Gott. Góðan dag og velkomin á þennan 50. fund sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Og ég ætla að byrja á því að fara yfir mætingu og þessi mættiru er Eggert Valur sem hér stendur, Margrét Harpa, Brynhildur Sighvatsdóttir og Viðar Már fyrir álista. Brynhildur situr hér í fjarveru Þórunnar Dísar og Björk Gretarsdóttir, Eydís Indriðadóttir og Gústaf Ásbjörnsson og þau eru fulltrúa D-lista. Og mér langar að bjóða Gústaf velkomin á sin fyrsta sveitarstjórnarfund. Velkomin Gústaf. Þá ætla ég að kalla eftir hvort það er einhverjar athugasemdir við útsend fundaboð. Svo er ekki. Þá ætla ég að óska eftir því að mál númer 11 verði tekið í lok fundar. Einhverju sem gerir athugasemdir við það? Það er samþykkt. Mér langaði kannski upp að fundar að óska eftir við fundin að ef að mál þróast með þeim hætti að fundamenn óski eftir fundarhlé að þá er það auðvitað bara sjálfsagt að veita fundarhlé en reyna að hafa fundarhlé eins snaggaraleg. Það hefur aðeins borð á því að hafi svona tekst á þeim og það er ekki gott fyrir þá sem er að fylgjast með fundinum. Þannig að við leitumst til það að hafa þessi fundarhlé svona eins stutt og við mögulega komist upp með. Ég ætla þá að byrja bara að fara í fyrsta lið sem er minnisblað oddvita og það er svona ýmist oddviti eða sveitarstjóri sem er með svona smá yfirlit á milli funda og það kemur í minn hlut núna að vera með smá yfirferð. Á undanförnum vikum hafa starfsmenn og kjörnir fulltrúar unnið að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Hefur svo vinna gengið vel og verður tekin til endanlegrar afgreiðslu seinna á þessum fundi. Framkvæmdir við viðbyggingu grunnskólans ganga samkvæmt áætlun utan þess að flutningsgámur sem nýr góldúkur var fyrir altjóni hjá flutningsaðila. Góldúkur eins og ræðir reyndist ekki vera lagervara hjá framleiðanda svo óhjákvæmilega verður þetta til þess að tafir verða á að taka annan áfanga skólans í notkun en áætlanir höfðu verið upp að taka húsnæði í notkun núna áramótin en þetta óhapp verður til þess að nú er horft til þess að flytja í nýtt húsnæði í marsmánuði. Stöðugt er unnið að því að bæta starfið í skólunum okkar. Stjórn Odda BS fékk Þorstein Hjartarson ráðgjafa til þess að leggja mat á hvað mætti betur fara í skólastarfinu. Hann hefur nú skilað af sér skýrslu með umbótatillögum sem unnið verður eftir á næstu viku. Einnig hefur stjórn Odda fengið Þorstein til þess að leiða vinnu við nýjar verklagsreglur skyldur og ábyrgð skólasamfélagsins í grunnskólum. Á næstu vikum mun Þorsteinn Sæberg, fyrrverandi formaður skólastjórafélagsins, verða stjórnendur grunnskólans á Hellu til aðstoðar vegna veikindaforfalla. Nú liggur fyrir öryggisúttekta skýrsla sem unnið var fyrir sveitarfélagið og snýra öryggismálum í íþróttamannvirkjum sveitarfélagsins. Lagðar hafa verið fram skriflegar og tímasettar áætlanir verklok tiltekinna atriða og hvenær standi til að framkvæma aðra verkþætti sem koma fram í skýrslunni. Bráðabirgðalýsing er komin upp á gervigrasvöllinn sem eykur til muna notkunarmöguleika vallarins nú í svartasta skammdeginu. Á dögunum var fundað með fulltrúum KFR og í framhaldi af þeim fundi er unnið að því að meta hvaða aðstaða þarf að vera til staðar svo hægt verða að spila meistaraflokksleik í KFR á nýjum velli næsta keppnistímabil. Opinn íbúafundur var haldinn í safnaðarheimilinu á Hellu þann 1. desember síðastliðinn. Þar var farið yfir helstu lykiltölur í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og helstu framkvæmdir en áætlað er að framkvæma þar fyrir 1 milljarð króna á næsta ári. Og eru framkvæmdir við grunn- og leikskóla þar langstærstar. Einnig var farið við fyrirkomulag töðugjalda og ræddar hugsanlega breytingar á hátíðinni og kynntar það tillögur sem bárust frá íbúum. Margt kom fram sem menningarmálanefnd mun taka til skoðunar á næstu vikum.
Önnur mál voru einnig rædd en fundur var sendur út í streymi og var tekin upp svo áhugasami geta hlusta á hann eftir á það sem kom fram þar. Menningarlífi sveitarfélagin með miklum blóma og fjölmargir atburðir að hafa verið haldnir á undanförnum vikum. Jólaljósi voru tendruð á Árbakkanum 28. nóvember og voru margir mættir. Þar sem dansa var í kringum glæsilega skreytt jólatrí og sveinkar mættu á sjálfsögðu staðinn. Árlegir aðventutónleikar kóran í Rangárþingi voru haldnir í menningarsalnum fyrir fullu húsi en allur ágóða tónleikunum nýttur til þess að bæta aðstöðun í menningarsalnum. Aðventuhátíð kvenfélagsins Einingar var haldin á Laugalandi það 30. nóvember eins og hefðir fyrir. Þar var boðið upp á handverksmarkað, hlutaveltu og kakó og kaffi og fleira gott. Mjög vel heppnuð samkoma sem fjöldinn allur sæki til þess að koma sér í jólagýrin. Flóamarkaður var haldinn í íþróttahúsinu og Hellu, gott framtak þar sem að íbúar geta hafa möguleika á að létta á geymslunni hjá sér. Nú í jólamánuðinu langar mig til að hvetja okkur öll til þess að versla eins mikið og við getum í heimabyggð. Að versla í heimabyggð hefur jákvæð áhrif á grunnstoðir okkar nærsamfélags, efnahaginn og umhverfið. Í samfélagi eins og okkar gegna þeir sem halda út í þjónustu mikilvægu hlutverki, sýnum að við kunnum að meta það sem þau að gera á beinum viðskiptum okkar til þeirra eins og hægt er. Lengra var þetta nú ekki að þessu sinni. Þannig að við förum þá bara í næsta lið sem að Gaddstaðavegur og samningar varðandi þau mál og ég ætla að óska eftir því að varaoddviti taki við stjórn fundarins undir þessum lið. Margrét. Já, þá getur fundamenn. Þá erum við komin í lið 2 sem Gaddstaðavegur og það liggja hérna fyrir drög að samningum milli sveitafélagsins og vegagerðarinnar annars vegar og svo sveitafélagsins og landeiganda á Gaddsstöðum. Ásamt kostnaðaráætlun vegagerðarinnar vegna uppbyggingu á Gaddstaðavegi. Og ég gef bara orðið laust. Hefur við eitthvað sem þið viljið ræða. Gjör svo vel, Eydís. Já, ágætu fundamenn. Þess að fá að opna hérna tölvuna hjá mér. Já, oddviti fundamenn. Þetta mál enn einu sinni á dagskrá og það eitt í rauninni dálítið sérstakt að það hefur verið í rauninni í gangi allt kjörtímabilið en bókað samt sem áður og hérna rætt sem trúnaðarmál og sem í rauninni dálítið sérstakt því að þarna í rauninni umtalsverðir hagsmunir sem að ræða og það ber að sjálfsögðu að fagna því að það hefur náð samstaða sem sagt það að fá Gaddstaðaveginn metinn sem héraðsveg og tryggja þannig aðkomu vegagerðarinnar að framkvæmdinni og kostun hennar. Og það ber ekki síður að fagna samkomulagi sveitafélagsins og vegagerðarinnar veg með vegi til þess að tengja síðan Gaddstaðahverfinu og tengja það við komandi hringtorg austan Helluþorps og fjármögnun þess verkefnis. Það mikil bót hvað varðar allt öryggi og aðgengi að hverfinu. Hins vegar þá hefur okkur allt kjörtímabilið þegar þetta hefur komið til umræðu fundist aðkoma sveitafélagsins að samningu við lóðarhafa við Gaddstaðaveg og kostun framkvæmda þar að hluta verulega gagnrýniverð og í því ljósi þá teljum við undirrituð að ekki sé gætt jafnræðis á meðal íbúa sveitafélagsins og við munum boða bókun sem sagt þegar afgreiðslu lokið á málinu sem að í rauninni innifelur sem sagt þetta sem ég hef hér borið fram auk þess sem að við tökum undir bókun byggðarráðs frá síðasta fundi þegar þetta fyrst kemur fram sem opið mál. Takk. Já, takk fyrir þetta, Eydís. Tek alveg undir. Þetta fagnaðar efni að þetta skuli loksins vera svona komið þetta langt. Einhverju fleiri sem að hafa vilja taka máls. Gjör svo vel, það er gert. Og þetta fundamenn, já, þetta vissulega mikið fagnaðarefni að
það sé að við séum að ná að leiða þetta mál í jörð. Þetta mál er búið að vera núna í vinnslu að minnstakosti núna í 2 ár og við höfum lagt mikla vinnu í að reyna að klára þetta mál sem að klárast hér vonandi á þessum fundi. En ég verð að segja það, ég er eiginlega ofandottinn að hlusta þessa gagnrýni frá minnihlutanum varðandi þetta mál. Sko, ef ég fer aðeins yfir málið og ég mun að sjálfsögðu leggja fram hér á eftir mjög ítarlega bókun, þar sem að verður farið yfir málið frá upphafi. Það búið að halda ótal fundi varðandi þetta mál, alveg frá upphafi og það sem kom fram hérna í máli Eydísar að þetta mál hafi verið fjallað þetta sem trúnaðarmál og það var auðvitað gert meðan að það var verið að semja málið og að fá lögfræði álit og fleira sem að var bara full ástæða til þess að fjalla sem trúnaðarmál. Ég segi ótal fundi, það er búið að halda ótal fundi með vegagerð, með lögfræðingum, með landeigendum og öllum þeir sem að þessu máli koma. Ég minnist þess ekki að fulltrúar frá minnihlutanum hafi séð sér fært að mæta á þessa fundi þó að verið boðaðir á það flesta. Og benda á það að við vorum nú með opinn íbúafund hérna í Safnaðarheimilinu ekki fyrir löngu síðan. Þar sem komur saman landeigendur, fulltrúar vegagerðar og lögmenn. Þar sem við vorum að klára þessi mál. Og ég man ekki eftir að það hafi verið nokkur fulltrúi frá D-listanum á þeim fundi. Þannig að ég myndi nú segja að sinnuleysi hafi nú bara verið mjög mikið hjá fulltrúum D-lista varðandi þetta mál. Sko þetta mál er eitt af mörgum óloknum málum sem við fengum í fangið eftir síðasta kjörtímabil. Ég hef ekki og við höfum ekki verið að draga þau mál hér inn á fundi sveitarstjórnar. Heldur leystu meira á baku tjöldin. En þetta mál er eitt af þeim málum og eitt af þeim stærstu málum sem voru óleyst þegar við tókum við hér vorið 22. Og við höfum lagt okkur fram að reyna að leysa það og okkur er að takast að leysa það. Það sem kemur fram í bókum fulltrúa D-lista í byggðaráði, það er tvennt sem að mér finnst alvarlegt í þeirri bókun. Þar er látið að því liggja að við séum að fara illa með opinbert fé, skattfé íbúana, með því að gera þessa samninga sem ég er algjörlega ósammála og kem og útskýri í ítarlegri bókun á eftir. Hins vegar er það sem er talað að það sé verið að brjóta jafnræðisreglu íbúana með þessu samningum sem ég er líka ósammála og kemur útskýring á í bókunum á eftir. Þessi samningar eru bara mikill ávinningu fyrir allt sveitafélagið, ekki bara landeigendur og gattstöðum. Heldur allt sveitafélagið, skógræktarfélagið, umferðaröryggi og fleira og fleira. Og við höfum að fagna þessari niðurstöðu og ég legg áherslu á það að þessi samningar tveir, þeir tengjast. Mér finnst ekki góð pólitík að greiða atkvæði gegn öðru samningnum en samþykkja svo hinn. Það finnst mér ekki góð pólitík en það eru þetta algjörlega ykkar mál. Ég held að við höfum að fagna þessari niðurstöðu og ég, eins og ég segi, ég mun í loku umræðunar leggja fram ítarlega bókun þar sem að þetta mál er útskýrt, hvernig það er til komið og hvar það er statt núna. Já, takk fyrir þetta. Hverju fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki, þá ætla ég að leggja hérna til, teka þetta í tvennu lagi og það er hérna lagt til að samningu við vegagerðina verði samþyktur og þeir sem eru samþykkið því vinsanlega skeiðið merki. Einhverjur á móti. 3 sitja hjá. Og þá er í öðru lagi lagt til að samningu við landeigendur verði samþyktur og þeir sem eru samþykkið því gefið merki. Þeir sem eru á móti og það eru 3 sem sitja hjá. Heyrðum, og það var búið að bóða bókun, má bjóða þér að lesa. Já, ég skal lesa. Gjör svo vel, Eydís. Já, oddviti fundamenn. Hér kemur bókun D-lista vegna Gaddstaðavegar.
Fulltrúar D-lista taka undir bókun fulltrúar D-lista á byggðarráðsfundi 27. nóvember síðastliðinn. Það ber að fagna því að það náðist fram með samstöðu málsaðila að fá Gaddstaðaveginn metinn sem héraðsveg og tryggja þannig afkomu vegagerðarinnar af framkvæmdinni og kostun hennar. Ekki síður ber að fagna samkomulagi sveitarfélagsins og vegagerðarinnar veg með vegi, tengingu Gaddstaðahverfisins við komandi hringtorg austan Helluþorps og fjármögnun verkefnisins. Mikil bót hvað varðar öryggi og aðgengi. Hins vegar aðkoma sveitarfélagsins að samningum við lóðarhafa við Gaddstaðaveg og kostun framkvæmda að hluta til verulega gagnrýniverð. Þar teljum við undirrituð að ekki sé gætt jafnræðis á meðal íbúa í sveitarfélaginu. Og undir þetta ritum við þrjú, Eydís, Björk og Gústaf. Takk fyrir þetta verður fært í bókar. Eggert, maður bjóða þér að koma með bókun fyrir okkar hönd. Takk fyrir það. Við erum búin að tína þessu. Nei, hérna þetta. Herðu, þá ætla ég að lesa þessa bókunu sem að fulltrúar álista leggja fram hér varðandi þetta mál, eða þessa samninga. Og hún hljóðar svo. Í framhaldi af bókun fulltrúa D-lista sem lögð var fram á fundi byggðarráðs þann 27. nóvember síðastliðinn leggur meirihluti sveitarstjórnar nú fram eftirfarandi bókun. Á árunum 2017 til 2020 skipulagði Rangárþing ytra lóðirnar við Gaddstaðaveg og seldi þær sem eignarlóðir. Í kaupsamningum vegna sölu lóðana frá þeim tíma ekki að finna ákvæði hver skuli bera kostnað við lagningu vegar að lóðanum. Hins vegar má finna í deiliskipulagi sem sveitarfélagi gerði fyrir svæðið ákvæði að aðkoma verði að lóðunum nýjan veg sem muni liggja að lóðunum með tengingu við Suðurlandsveg. Það má færa rök fyrir því að kaupendur lóðana hafi við kaup þeirra mátt hafa réttmætar væntingar til þess að seljandi lóðana, þar að segja sveitarfélagið, myndi standa straum á kostnaði við lagningu vegarins eins og framkom í gildandi deiliskipulagi. Í því sambandi má einnig vísa til þess að verulegur aðstöðumunur almennt á milli sveitarfélagsins og kaupenda lóða þar sem sveitarfélagið miklu mun betur í stakk búið til að gera sig grein fyrir réttarstöðu aðila í þessu tilliti og ber að auki almenna upplýsinga og leiðbeiningaskyldu gagnvart viðsemjendum samkvæmt meginreglum stjórnsýsluréttar. Kaupendur hafa þannig lýst því að umrædd vegtenging hafi verið forsenda kaupan á sínum tíma og því eigi þeir kröfu til þess að sveitarfélagið standi straum af þeim kostnaði sem að öðrum kosti myndi falla á landeigendur við lagningu vegar á lóðunum að Gaddsstöðum með tengingu við Suðurlandsveg eins og gert ráð fyrir í deiliskipulagi svæðisins. Á fundi byggðarráðs Rangárþings ytra þann 22. febrúar 2023 var lagt fram erindi frá hagsmunafélagi Gaddstaða að sveitarfélagið hlutaðist til að sækja til vegagerðarinnar að vegur að svæðinu yrði héraðsvegur. Í erindinu var lýst óviðunandi ástandi vegslóðans að hverfinu og aðgerðaleysi sveitarfélagsins og vegagerðarinnar gagnvart uppbyggingu vegarins. Á fundi byggðarráðs þann 22. febrúar 2023 var sveitarstjóra falið að leggja fram umsókn til vegagerðarinnar héraðsvega Gaddsstöðum, sem var gert þann 27. apríl 2023. Með ákvörðu vegagerðarinnar dagsett 23. júní 2023 var umsókninni hafnað með nánari rökstuðningi. Ef sú niðurstaða hefði fengið að standa hefði það leitt til þess að vegtenging hverfisins hefði fallið undir skilgreiningu sveitarfélagsveg
og hefði þá sveitafélagið alfarið borið kostnað af vegtengingunni sem veghaldari samkvæmt 9. grein vegalaga. Til nánari skýringa þá er gert ráð fyrir því í 1. málsgrein 13. grein vegalaga að vegagerðin fari með veghald þjóðvega, þar með talið héraðsvega, en sveitafélög með veghald sveitafélagavega. Samkvæmt 20. grein vegalaga er síðan gert ráð fyrir því að skráður eigandi fasteignar greiði helming kostnaðar við gerð héraðsvegar, gerð nýs héraðsvegar á móti vegagerðin. Á fundi byggðaráðs þann 12. júlí 2023 voru lagðar fram niðurstöður vegagerðarinnar í málinu. Samþykkt var á fundinum að fela sveitarstjóri í samráði við lögmann sveitafélagsins að kæra ákvörðun vegagerðarinnar til innviðaráðuneytis og óska eftir flýti meðferð í málinu. Með úrskurði ráðuneytisins frá 5. mars 2024 var felld úr gildi ákvörðun vegagerðarinnar frá 23. júní synjun umsóknar sveitafélagsins héraðsveg að Gaddsstöðum. Ráðuneytið féllst með úrskurði sínum ekki á það að með vegagerðinni að synja bæri umsókn sveitafélags að vegtenging að Gaddstaðahverfi yrði skilgreindur héraðsvegur á þeim forsendum að skilyrðum að vegunni væri utan þéttbýlis væri ekki uppfyllt. Með úrskurðinum var lagt fyrir vegagerðina að taka umsókn sveitafélagsins til meðferðar að nýju með hliðsjón af því sjónarmiðum sem rakin í úrskurðinum. Eftir fundi bæði með vegagerðinni og íbúum í Gaddstaðahverfi náðist samkomulag útfærslu vegagerðar og kostnaðarskiptingu á þeim grunni að vegurinn verði skilgreindur sem héraðsvegur. Er að ræða 2 samninga sem byggja þó á þeim forsendum að báðir standi og öðlist gildi. Annars vegar er að ræða samningu vegagerðina útfærslu framkvæmdarinnar og fjármögnun og svo hins vegar samning við eigendur lóða á svæðinu vegna kostnaðarhlutdeildar þeirra í lagningu bundins slitlags á veginn sem er forsenda þess að vegagerðin taki þátt í framkvæmdinni. Nánar tiltekið skiptist kostnaður við uppbyggingu núverandi vegar samkvæmt samningum að jöfnu á milli vegagerðarinnar, Rangárþings ytra fyrir hönd landeigenda í uppgjöri gagnvart vegagerðinni. Þannig greiði vegagerðin 50% hluta þess kostnaðar og Rangárþing ytra 50%. Hafa ber í huga að samningurum við vegagerðina veg með vegi sem er órjúfanlegu hluti þessa samkomulags hefur mikið gildi fyrir starfsemi Skógræktarfélags Rangæinga og aðgengi almennings að aldamótaskóginum samhliða því að auka mjög á umferðaröryggi í sveitafélaginu. Á sama tíma ábyrgjast landeigendur að greiða sveitafélaginu þann hluta kostnaðar hlutdeildar sveitafélagsins sem hlýst af lagningu bundins slitlags og burðarlagi þess. Með þessu er farið bil beggja þannig að upphaflega skyldur seljanda lóðana, þar að segja sveitafélagsins, eru uppfylltar leið og sér til sólar varðandi endanlega frágang og gerð héraðsvegarins. Tilvísun fulltrúar D-list í bókun sinni til jafnræðisreglu stjórnsýsluréttar á því ekki við. Því er afgreiðsla málsins með ofangreindum hætti ekki fordæmisgefandi fyrir aðra héraðsvegi í sveitafélaginu. Staðhæfingum sem koma fram í bókun fulltrúar D-lista frá fundi byggðaráðs þann 27. nóvember er því vísað til föðurhúsanna. Svona hljómaði það. Margrét. Já, takk fyrir þetta. Og þá ekki bara rétt að oddviti taki aftur við stjórnfundar. Takk fyrir það. Við höldum þá dagskrána áfram og þá erum við komin að lið 3 sem er þjónustustefna Rangárþings ytra og hún er hér lögð fram til seinni umræðu. Ykkur sem vilja taka til máls. Þá ber ég upp þessa þjónustustefnu þess að geta samþykkt hana vissilega að merki. Hún er samþykkt. Þá er það liður 4 sem er húsnæðisáætlun Rangárþings ytra fyrir árið
2026 og hún hér til umfjöllunar. Þetta eitthvað sem okkur ber skylda til þess að leggja fram. Við erum á góðum tíma með þetta núna. Þessi geta samþykkt tannavísilegjamerki. Hún samþykkt. Þá erum við í lið 5 sem til að álista endurskoðun og reglu afslætti á fasteignagjöldum. Við tókum þetta fyrir á síðastu fundi og á þeim fundi var sveitarstjóra falið að útbúa reglur sem að við gætum samþykkt ef okkur hugnaðist að gera þessa tilraun með þessa afslætti á fasteignagjöldum til fyrstu styrk á móti fasteignagjöldum, fasteignaskatti fyrir fyrstu íbúðarkaupendur. Og þessar reglur eru hér náttúrulega bara til afgreiðslu og umræðu og ég gef orði laust. Björk, Gjörsvel. Já, oddviti, takk fyrir þetta. Þetta kannski tvennt í þessu sem að mér langar að svona nefna þá upplýsingar að fylgja ekki undir málinu, fylgir ekki neitt kostnaðarmat, sko, hvað er búið að leggja eitthvað mat á kostnaðin, hvað þetta verði mikið eða annað slíkt. Og síðan vorum við búin að fá svar frá sambandinu að þetta samræmdist ekki lögum, eitthvað annað í því að þetta heitir styrkur eða samræmist þetta þá lögunum tekjustofnum sveitarfélaga. Já, þetta mjög eðlilegar vangaveltur og við vorum að leituðum okkur upplýsinga hjá fasteignasölum hversu margar íbúðir þetta gætu verið að ræða og við ræddum það í vinnunum við fjárhagsáætlun að við vorum að reikna með við það sem að hreyfinguna sem hefur verið undanfarin ár, þetta getur verið í kringum 2 milljónir. 6 til 8 aðilar hugsanlega sem að myndu nýta sér þetta og við erum meðvituð það og þó að það kom ekki fram í reglunum, þetta er kannski ekki eðlilegt að það komi fram í reglunum, en það er svona svo tala sem við höfum verið að vinna með. Varðandi við sendum líka kölluðum eftir áliti frá sambandinu eða lögfræðingssambandsins hvort að þetta er auðvitað alveg nýtt og hefur aldrei verið gert áður, ekki svo ég veit allavega nokkur staðar að fara þessa leið. Gerir mér alveg grein fyrir því líka að það fólk velur ekki Rangárþing ytra og flytur ekki til okkar eingöngu út af því að við ætlum að gefa tímabundin styrka á fasteignaskatti. Ég gerir mér það alveg ljóst, en við vonumst þess að þetta geti einhvern síður verið hvati fyrir fólk að koma hingað til okkar. Auðvitað gæti þetta er nýtt, en þetta gæti verið á einhverju gráðsvæði, ég gerir mig grein fyrir því, en rauði þráðurinn í erindinu frá lögfræðingnum var samt sá að það kom ekki fram í hennar erindi að þetta væri óheimilt. Það kom ekki fram og með það erum við að vinna. Og ég held að við ættum bara að keyra þetta áfram og láta það bara á það reyna hvort að þetta er óheimilt eða ekki. Við allavega höfum ekki álit lögfræðisins var ekki það að þetta væri óheimilt, en vissulega gæti verið á gráu svæði. En
það er ekki stórmál fyrir mig að afgreiða þetta endilega á þessum fundi ef að það er eitthvað vafi í hugum fólksum að afgreiða þetta með þessum hætti að þá er ég alveg tilbúin til þess að fresta afgreiðslunum til næsta fundar en þetta er hérna til umræðu og ég held þetta sé gott mál og jákvætt og best væri náttúrulega bara að klára þetta núna. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Það er ekki fleiri sem að vilja taka til máls þannig að ég ætla nú bara að bera þetta upp þessar reglur og það er eins og kemur fram hérna að þá er þetta hugsað til reynslu í 2 ár. Þessi geta samþykkt þessar reglur vinsamlega gemerki. Það er samþykkt ykkur á móti, 3 á móti, 2 á móti. Bóðum bókur. Gjör svo vel. Já, oddviti fundamenn. Við söknum þess að sjálfsögðu að það fylgir ekki kostnaðarmat og bókunin er á þessa leið fulltrúa D-lista sakna þess að nokkuð kostnaðarmat fylgir með tillögu á lista. Fasteignaskattur A-hluta fyrir næsta ár er 0,265% sem er lágt miðað við mörg sambærileg sveitarfélög. Rangárþing ytra hefur því nú þegar forskot fyrir þá íbúðakaupendur sem horfa sérstaklega til fasteignaskatta þegar þeir velja sér búsetu. Fyrir 50 milljón króna fasteign eru fasteignaskattar á ári 132.000 og 50% afsláttur af þeirri upphæð er þá 66.250. Þannig að við sjáum ekki í stóru myndin að þetta skipti í sjálfu sér máli. Nú ekkert annað sveitarfélag hefur farið þessa leið og málið ekki fengið umfjöllun á grundvelli 5. greinar laga nr. 4 frá 1995 tekjustofna sveitarfélaga þar sem að heimildir sveitarfélaga til þess að veita undanþágur frá fasteignaskatti eru tilgreindar sérstaklega. Auk þess er þessi leið flókin og ekki líkleg til að auka samkeppnisforskot. Í ljósi þess að engar aðrar greiningar áætlaðan kostnað fylgja málinu sitja fulltrúar D-lista hjá við afgreiðslu málsins og undir þetta ritum við samþykktum þetta ekki, var það ekki? Við vorum á móti. Já, ég skal laga þetta, fyrirgefið. Takk fyrir það. Við höldum áfram og förum í lið 6 sem er erindi vegna slæms símasambands. Þar sem að kom erindi frá Hannesi Ólafssyni í Östarsholti áhyggjur hans af slæmu símsambandi og við höfum líka fengið erindi frá fleirum en honum á undanförnum mánuðum slæmt símasamband víðar í uppsveitum, Rangárvöllunum víðar. Veit að hefur ekki verið gott til dæmis í kringum Keldur og þar og það eru þetta alveg útilokað að við séum ekki með gott símsamband í sveitarfélaginu þannig að ég held að við að þrýsta á þá aðeila sem er að reka þetta kerfi að koma þess í lag og fela sveitarstjóra að hafa samband við fjarskiptastofum úrbætur og kannski þá einhverja fleiri sem að máli varða. Einhverju sem vilja leggja orðið í belg. Allir sammála því, hvað séu Viðar, gjör svo vel. Óttið fundamenn, kannski væri ekki óvittlust að hafa samband við Íslandsstjórna, Mílu, öryggisfjarskipti, fá þú að fund hvaða áætlanir þau eru með uppbyggingu fjarskiptasendistaða í sveitarfélaginu og þrýsta þá á. Það er mjög slæmt, bara upp með Rangáni til dæmis. Hraunið er að drepa merki þannig að það eru margir staðir bara sem eru ekkert samband
fólk þarf að fara upp á hól til að ná sambandi, þannig að það væri mjög sterkt að kalla þess aðeila til líka. Takk. Takk fyrir það, Viðar, þetta er góðu punktur, það er sennilega verður okkur betur ágengt ef við bara hittum þessa aðila, frekar heldur en að vera að senda þeim tölvupóst sem að hverfur svo bara hjá þeim einhvers staðar. Þannig að og við ættum kannski bara óska eftir því við sveitarstjóra að hann finni fundartíma með þessum aðilum sem er að reka þessi kerfi. Er það ekki bara ágætt, þessi lausn á málunum? Það geta samþýtt það er samþýtt samlega. Þá er liður 7 sem er frístundastyrkur, það sem er lagt fram til kynningar yfirlit frá íþrótta- og fjölmenningarfulltrúum notkun og frístundastyrkjum í Rangárþingi Ytra fyrir árin 2023 til 2025 og þetta er bara mjög gott að fá svona yfirlit, að vísu er þetta 2025 ekki búið, en það er alveg ljóst á þessu yfirliti að það er aukning í nýtingunni á þessu styrk og það er bara ágætt. Ég ætla að gefa orðið laust. Gjörðu svo, Björk. Já, oddviti, bara þökkum fyrir þetta yfirlit, en það vantar inn í þetta og skoðum líka eftir að fá upplýsingar æfingagjöldin. Þannig að við myndum vilja fá það líka og hefðum meila vilja fá það núna fyrir fundin, en það væri gott að fá það með. Er það að meina þróurinn á æfingagjöldunum á sama tíma? Já. Verðum við ekki að kalla eftir því bara hjá KFR og ungmennafélaginu? Gjörðu svo vel, Margrét. Já, þetta veit ég ágættu fundarmenn. Ég held að sé ágætt einmitt að við tökum þetta bara aftur fyrir núna í janúar eða jafnvel byggðaráði í annarkvort í sveitarstjórn eða byggðaráði í janúar, og það verður líka búið að loka árinu. Sem sagt, 2025 er ekki búið, þannig að þá verður búið að komið uppfæra tölur og það var náttúrulega sjálfsagt mál að klára þessa fyrirspurn og fá yfirlit yfir æfingagjöld. Þannig að tökum þetta fyrir aftur síðar. Þetta er líka bara lagt fram til kynningar hérna. Tek undir það, skoðum þetta eftir áramótin og það væri gaman líka, það er svona, ég getum minnst á það við íþrótta- og fjölmenningarfull, það væri gaman að fá þetta með myndrænum hætti, svona skemmtilegra, mörgu leyti. En þetta er lagt fram hér til kynningar, eru fleiri sem vilja taka þetta mál? Svo er ekki. Við höldum áfram og förum í lið 8 sem er minnisblað lagt fram frá Konsell og ráðgjöf varðandi útboð og tryggingum fyrir sveitarfélag og tengd byggðarsamlög. Það sem að okkur sýnist við vera að gera gott mót og fá hagstæð verð og tryggingapakkin að lækka umtalsvert í kjölfarið á þessu útboði. Ykkur sem vilja taka til máls. Svo er ekki, þá ætla ég að leggja til að við samþykjum að ganga að tilboði lagsbjóðanda og félagsveitarstjóra, lagsbjóðanda sem er Sjóvá og félagsveitarstjóra að ganga frá samningi. Þessi geta samþykkt það? Það er samþykkt. Þá er að liður 9, Gústaf ætlar að víkja fundi. Það sem að við erum með hér stækkun efnistökusvæðis við Ferjufit, það er breytingu aðalskipulagi sem að Rangárþing Ytra vinnur að breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins 2016 til 18, samkvæmt 1. málsgrein 37. greinar skipulagslaga, og breytingin nær til efnistökusvæðis 128 við Ferjufit og Þjórsáreyrum. Svæði stækkar úr 2 hekturum í alltaf 5 hektara og heimiluð efnistaka eykst úr 10.000 rúmmetrum í alltaf 120.000 rúmmetra.
Sameiginleg lýsing skipulags áforma fyrir Tungnar, Eyrar og Ferjufit var kynnt frá og með 7.10.2025 til og með 3.11.2025 og engar athugasemdir bárust við lýsinguna. Framlögð tillaga var samþykkt til auglýsingar í skipulags- og umferðarnefnd á fundi 7. nóvember. Kynning tillögunar á vinnslustigi samkvæmt annarri málsgrein skipulagslaga fór fram í skipulagsgátt frá og með 20. nóvember til og með 3. desember 2025. Umsagnir við tillögun á vinnslustigi bárust frá 5 aðilum og voru án athugasemda nema frá Vegagerðinni sem óskaði eftir að unnið yrði samgöngumat fyrir svæðið sem hluta af fyrirhuguðu umhverfismati. Lögð er fram samantekt umsagna og drög að viðbrögðum við þeim. Sveitarstjórn hefur fjallað umsagnir sem bárust á kynningatíma vinnslutillögunar. Sveitarstjórn felur Landsvirkjun að gera nánari grein fyrir aukinni umferð vegna ferjufitja, til dæmis í fyrirspurn varðandi umhverfismat og eftir atvikum gera grein fyrir aukinni umferð og mögulegum mótvægisaðgerðum. Verði þeirra þörf í umsókn framkvæmdaleyfi til efnistöku. Sveitarstjórn ítrekar að utan framkvæmdatíma vaðölduvers verður umferð vegna efnisvinnslu svipuð og verið hefur undanfarin ár. Sveitarstjórn áréttar því bókun sína frá síðasta fund og leggur til að tillaga verði samþykkt til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2025. Sem geta samþykkt þetta vinsamlega geðmerki. Það er samþykkt. Ára Tungnáreyrar. Það er líka stækkun efnistöku svæðis, það er breytingu á aðalskipulagi einnig. Rangárþing Ytra vinnur nú að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings Ytra samkvæmt 1. málsgrein 37. greinar skipulagslaga. Breytingin nær til efnistöku svæðis E70 í Tungnáreyrum. Með þessari breytingu er gert ráð fyrir stækkun svæðisins úr 2,5 hektara í 7,5 hektara. Þar sem heimiluð efnistaka eykst úr 50.000 rúmmetrum í allt að 100.000 rúmmetra. Sameiginleg lýsing skipulags áforma fyrir Tungnáreyrar og Ferjufit var kynnt frá með 7.10.2025 til og með 3.11.2025. Engar athugasemdir bárust við lýsinguna. Framlögð tillaga var samþykkt til auglýsingar í skipulags- og umferðarnefnd á fundi 7.11.2025. Kynning tillögunar á vinnslustigi samkvæmt annarri málsgrein 30. greinar skipulagslaga fór fram í skipulagsgátt frá og með 20. nóvember 2025 til og með 3.12.2025. Umsagnir við tillögun á vinnslustigi bárust frá 5 aðilum og voru án athugasemda nema frá Vegagerðinni sem óskaði eftir að unnið yrði samgöngumat fyrir svæði sem hluta af fyrirhuguðu umhverfismati. Lögð er fram samantekt umsagna og drög að viðbrögðum við þeim. Sveitarstjórn hefur fjallað umsagnir sem bárust á kynningatíma vinnslutillögu. Sveitarstjórn felur Landsvirkjun að gera nánari grein fyrir aukinni umferð vegna Tungnáreyra, til dæmis í fyrirspurn varðandi umhverfismat og eftir atvikum gera grein fyrir aukinni umferð og mögulegum mótvægisaðgerðum. Verði þeirra þörf í umsókn framkvæmdaleyfi vegna efnistöku. Sveitarstjórn ítrekar að utan framkvæmdatíma vaðölduvers verður umferð vegna efnisvinnslu svipuð og verið hefur undanfarin ár. Sveitarstjórn áréttar því bókun sína frá síðasta fund og leggur til að tillaga verði samþykkt til auglýsingar samkvæmt 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2025. Þessi geta sagði þetta vinsamlega geðmerki. Það er samþykkt. Gústaf mættur aftur til fundar og þá eru þetta þarna í dagskráni liður 11 sem að við samþyktum í upphafi fundar að taka fyrir í lok fundar. Þannig að við hlaupum yfir þann lið að sinni
Og fyrir við lið 12 sem er umsóknum styrk, það sem er lögð fram beiðni frá HSK fjárstyrk sem næmi 290 krónum á hvern íbúa vegna ársins 2026. Og það liggur fyrir til að að styrkja HSK 190.000 krónur og kostnaður færist á æskulýðs og íþróttamál. Uppfærðu við ekki styrkin frá því í fyrra? Já, hann sem sagt hækkar 10 skall. Ykkur sem vil taka þetta máls? Sem geta samþykkt þetta eins og leggja merki. Það er samþykkt. Þá eru liður 13 sem er styrku vegna tónleikana Konur sem var haldið 24. október. Það er lögð fram beiðni frá Ingibjörgu Erlingsdóttur fjárstyrk til að koma móts við kostnað við tónleikana Konur sem voru haldnir í Hvolnum og Hvolsvelli 24. október síðastliðin og það fylgir með kostnaðar áætlun og það er til að styrkja verkefnum 100.000 krónur sem myndi færast á menningamál og ekki voru laust. Gjörðu svo vel, Björk. Já, takk fyrir þetta. Sko, það var óskað eftir upplýsingum frá þeim tekjur og gjöld, var það ekki? Ég sé ekki í þessari áætlun neitt nema gjöld. Þannig að það verður ágætt að fá upplýsingar það eða það komið fram eitthvað tekjunar. Hárrétt hjá þér, Björk, það vantaði alveg í yfirlitið sem kom frá henni yfirlitum tekjur. Þannig að við stöndum frammi fyrir 2 kostum, annarkvort að samþykkja þetta svona eða þá að fresta afgreiðslunni og kalla eftir hvaða tekjur komu þarna inn og ef það er óskum að fresta afgreiðslunni þá verð ég við því. Er sérstök óskum að fresta afgreiðslunni eða eigum við að taka þetta til afgreiðslu svona? Gjörðu svo vel, Björk. Við myndum auðvitað vilja sjá þessar tekjur og svo líka áska eftir vita var ekki hvert ágóði myndi renna eða væri eitthvað ágóði, en svo er þetta kannski líka bara erindi sem ætti heima hjá menningarsjóðunum góða, eða ekki, eins og önnur sambærileg erindi. Það ekki, má vel vera eitt að eigi heima hjá menningarsjónum en þetta er stílað hingað og af þeim ástæðum er þetta tekið fyrir hér. Þetta er bara stílað hingað á sveitarstjórn og þess vegna er þetta hér til afgreiðslu. Það kom fram í hennar erindi að verði ykkur afgangur af þessum tónleikum að þá rinni það til málefna kvenna ef ég man þetta rétt. Ég man nú ekki nákvæmlega hvernig það var orðað en það var orðað eitthvað með þeim hætti. Ég skil málflutning Bjarkar þannig að þau hafa áhuga fyrir því að kalla eftir þessum upplýsingum og kalla eftir í upphafi og þess vegna leggja til að málinu verði frestað. Sem geta samþykkt. Það liður 14 sem er fundaráætlun fyrir árið 26. Svona má kannski segja að þetta sé fundaráætlun sem að gildi fram á kosningum, síðan er þetta bara nýra sveitarstjórnar að ef einhverjar aðrar áherslur verða með fundadaga og fundaráætlun eftir kosningar í vor þá þetta bara verður það tekið fyrir þá en þetta er allavega lagt fram hér svona. Ekki vorðið laust, gjörðu svo vel. Já, við langar einmitt bara að taka undir það að þetta gildir einungis fram að kosningum, þannig að kannski ætti bara að segja þar að lagt til að fundaráætlun 2026 fram að kosningum eða eitthvað svoleiðis gildi því að þetta ætti náttúrulega ekki að vera að dagatala ætti bara að vera fram að kosningum en ekki lengra.
Takk fyrir þetta. Ég er ósammála þessu. Við erum bara með ákvörðunarvald hér, við erum bara kosin sveitarstjórn og við leggjum þetta til svona og svo er það bara í höndun nýra sveitarstjórn hvort það vilja breyta fundaráætlun. Þessi geta samþykkt þessa fundaráætlun við ekki merki. Það er samþykkt. Þá erum við hér með lið 15 þar sem eru lagðar fram breytingar eða tillögur að breytingum og reglum lóðaúthlutanir. Þau tengjast nú þessi tvö mál hér, 15 og 16. Það er verið að skerpa á svona ýmsum hlutum og við vorum nú með tillögu það að vísa þessu til frekari umfjöllunar í skipulags- og umferðarnefnd og fá þá nefnd til þess að rýna þetta aðeins betur áður við færum að staðfesta einhverja breytingar, en ég ætla að gefa orðið laust, engar síður. Ef ekki við taka til máls þá ætla ég að leggja til að bæði lið 15 og 16 verði vísað til frekar umfjöllunar hjá skipulags- og umferðarnefnd. Þessi geta samþykkt að við leggja merki. Það er samþykkt. Þá erum við með gjaldskrá Rangárljósa. Já, að vísa þessu til umfjöllunar skipulags- og umferðarnefnd og svo seinni umræðu á næsta fundi reglulega fundi sveitarstjórnar. Já, það er allir sammála því. Þá er liður 17. Það er gjaldskrá Rangárljósa. Við erum hérna með gjaldskrá, við erum búin að fjalla þetta á fundum allt saman fram og tilbaka. Þessi geta samþykkt þessa gjaldskrá Rangárljósa vissulega merki. Hún er samþykkt og þá er það gjaldskrá Sorpstöðvarinnar. Skyldi samþykkt hana. Hún er samþykkt og gjaldskrá íþróttamiðstöða. Hún er samþykkt. Og þá eru hér tillögur að öðrum gjaldskrám. Það er gjaldskrá fyrir geymslusvæði, gjaldskrá fyrir hund- og kattahald, gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun rotþró og gjaldskrá áhaldahús. Og ég byrði upp allt saman. Ég ætla bara að bera þær upp allar saman. Þessi geta samþykkt þessa gjaldskrá vissulega merki. Þær eru samþykktar. Þá erum við með fjárhagsáætlun Rangárljósa. Geta samþykkt hana. Hún er samþykkt. Og fjárhagsáætlun Odda. Geta samþykkt hana. Hún er samþykkt. Fjárhagsáætlun fyrir tónlistarskóla Rangæinga, hún er samþykkt og húsakynna, hún er líka samþykkt. Fjárhagsáætlun Vatnsveitunar og Vatnsveitur Rangárþingsveitur og Ásarhrepps, hún er samþykkt. Og þá er að fjárhagsáætlun fyrir sorpið, hún er samþykkt. Og fjárhagsáætlun Suðurlandsvegar 1-3, hún er samþykkt. Og brunavarnana, hún er samþykkt. Og þá erum við hérna með fundargerð í stjórnar félags- og skólaþjónustuna og við erum með sérstaklega til afgreiðslu fjárhagsáætlunina fyrir félags- og skólaþjónustuna. Skylda samþykkt hana, hún er samþykkt. Þurfum við að samþykkja fundargerðin á öðru leyti? Nei. Þá erum við með lið 30 sem er tillaga reglu afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega fyrir árið 2026. Það sem er lagt til að reglum afslætti til elli- og örorkulífeyrisþega verði samþykkt en hækkunin nemur 7,5% á milli ára. Geta samþykkt hana vissulega merki. Það er samþykkt. Og þá erum við með tillögur að álagningarprósentum og afsláttum og gjaldskrám fyrir árið 2026. Og það er útsvarsprósentan verði 14,97%. Fasteignaskatturinn alhluti 0,265 af fasteignamati, íbúðir og íbúðarhús ásamt lóðarréttindum, erfðafestulönd í dreifbýli, jarðeignir, útihús og mannvirki og bújörðum sem tengd eru landbúnaði, öll hlunnind og sumarbústaðar ásamt lóðarréttindum.
Ára B-hluti, það er 1,32% af fasteignamati, sjúkrastofnanir samkvæmt lögum heilbrigðisþjónustu, skólar, heimavistir, leikskólar, íþróttahús og bókasöfn. Ára C-flokkur, það er 1,40% af fasteignamati, allar aðra fasteignir svo sem iðnaðar, skrifstofu, verslunarhúsnæði, fiskeldis, mannvirki, veiðihús, mannvirki sem eru nýtt fyrir ferðaþjónustu. Svo er lóðarleigan, það er 1% af fasteignamati lóði í eigu sveitafélagsins, þó getur sveitarstjórn ákveðið annað leiguhlutfall eða álagningu í krónutölu á hvern fermetra lóðar við sérstakar aðstæður. Og vassgjald, það er samkvæmt sérstakri gjaldskrá og aukavassgjald samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Sama gildir tengigjöld í vatnsveitu. Fráveitugjald á hellu verði 0,18% af fasteignamati hús og tilheyrandi lóðar samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Gjöld fyrir tæmingu rotró eru samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Sorpurð og sorpeyðingagjöld samkvæmt sérstakri gjaldskrá. Ég veit nú svo sem ekki hvort að ég hef verið að lesa þetta allt upp hér. Þetta er nú svona hefðbundið sko. Þannig að ég ætla að bera þetta upp. Þessi geta samþykkt þetta, vinstilega að gefa merki. Það er samþykkt. Og svo ætla ég að lesa hérna upp bókun hérna sveitarstjórnar með eitthvað leyfi. Sveitarstjórn tók ákvörðun að lækka álagningarhlutfall í A-hluta fasteignagjalda úr 0,28% í 0,265, C-hluta fasteignagjalda úr 1,45 í 1,40 og fráveitugjalda á 0,20 í 0,18 til að koma á móts við fasteigna eigendur vegna hækkunar á fasteignamati. Samtals hefur sveitarstjórn lækkað álagningarhlutfall í A-hluta á kjörtímabilinu úr 0,36 í 0,265, C-hluta úr 1,50 í 1,40 og fráveitugjöld úr 0,22 í 0,18. Ok. Þá erum við bara komin að fjárhagsáætluninni sjálfri og ég ætla að biðja Jónum sveitarstjóra að koma hérna svona og fara yfir svona helstu lykiltölur í áætluninni. Gjörðu svo vel, Jón. Já, nú er komið að fjárhagsáætlun 26-29, þar sem að fókusinn er náttúrulega mjög mikið árið 26 eins og við vitum. En í upphafi þá vil ég nú bara þakka sveitarstjórn, bæði meira og minni hluta, fyrir undirbúning fyrir fjárhagsáætlun og góða vinnufundi í byggðaráði og vinnufundi í Odda sem er alltaf stór málaflokkur í okkur. Þannig að mér finnst mjög til fyrirmyndar hvernig þessi vinnu hefur alltaf farið fram og menn hefur svona verið að vinna þetta í sameiningu, þannig það sé nú sagt. Og það er svo framkom kannski áðan að það er ánægjulegt að við þessa fjárhagsáætlun sem við erum afgreiða fyrir næsta ár og næstu að við náum að aðeins að halda undan að geta lækka álagningarhlutföllin í fasteignaskatti og fráveitu á þess að þarna og ná samt endum saman. Þannig að það er bara jákvætt á mínu mati. Það geta þetta verið að vinna þetta á báða enda sem sagt, bæði þá að hugsa hvernig við getum vinnið á tekjuhliðina og verið með sanngjörn gjöld og líka þá í sambandi við útgjaldahliðina sem að vissulega markast náttúrulega tölvöld mikið af mjög viðamiklum fjárfestingum á líðandi árum og næsta ári líka. En svona heilt yfir þá eru við að skríða næstum í 4,5 milljarð í tekjur á næsta ári, tæplega, og gjöld upp á tæpar 3,7 milljarða. Þannig að þetta er svona að stakka hjá okkur allt saman. En það verður auðvitað að hafa í huga þessi reikningsskil sem að koma núna á síðustu árum það þessi samstarfsverkefni sem eru þá bæði inn í A-hlutanum og B-hlutanum inn í bókhaldi sveitarfélaga. Þau hafa áhrif á allar tölur sem að koma fram í fjárhagsáætlun sveitarfélaga. Og ég kannski víka aðeins að því og eftir. Nú afskriftirnar eru að hækka þessi á okkur að því við erum bara í fjárfestingum og eignirnar eru að aukast og eru tæplega 220 milljónir fyrir ekki þau.
Fjármagnsgjöldin eru líka hækka, við erum að taka lán, þannig að þær eru rúmar 224 milljónir á næsta ári áætlaðar. En rekstrarniðurstaðan er jákvæð 346 milljónir í samstæðunni A og B, sem er bara jákvætt. Þetta er svona nokkuð í takti við svona útkomuspá fyrir árið 2025 og svona loka niðurstöðu fyrir árið 2024 líka. Þannig að við erum að rúlla þarna virðist vera svona yfir 300 milljónir sem er jákvætt, en það veitir svo sem ekki af út af fjárfestingarþörfinni. Nú veltuféð úr samstæðunni er 650 milljónir og það verður svo sem að þá ferð upp í afborganir og fjárfestingar sem menn þekkja. Nú við erum að fjárfesta á árinu 2026 upp á rúman milljarð og það er náttúrulega langstærsti hlutin en náttúrulega er að klára annan áfanga í grunnskólanum og byrja við erum svona byrja á leikskólanum en halda áfram að fulla því og gera hann fókaldar næsta ári, þannig að þetta er stóra framkvæmdin. En það er samt sem er ánægjulegt inn í fjárfestinga hlutanum að við erum líka að vinna í öðrum verkefnum, við náum að halda áfram að vinna áfram með Ísraelsvöllin á Hellu og með svona ákveðin útfærslu með ásæri erum að fara í stórt verkefni við þessa fjárfestingaverkefni upp á Laugalandi sem er held ég afar jákvætt að geta haft bólmagn í það, þannig að það verið að eyða þar einhverjum bæði fjárfestingu og viðhaldi, þetta er bæði fyrir bæði sveitarfélög, í gegnum húsakinni, þetta er bara tæpar 150 milljónir og í fjárfestingunni lendir þá hluti okkar hluti er þá 67 milljónir. Nú skuldbindingarnar eru náttúrulega að aukast líka út af lántökunni, en það eru 4,2 miljardar en eigir og eignafé eru að aukast líka í samræmi við það, þannig að þetta er svona helst í hendur, eignir og skuldir þessu leyti. Nú svo þetta er bara ágætt að horfa í þessi hlutföll sem er við að miða við. Við erum líka með ákveðin svona viðmiðunar hlutföll inn í fjárhagsáætluninni hjá okkur og það framlega hlutfallið er áætlað 17,7% á næsta ári. Viðmiðunar hlutfallið er kringum 15, þannig að ef maður heldur sig þarna þá er maður svona bara í þákvæmlegum málum. Veltufjárhagsáætlunin hlutfallið er áætlað næsta ári 0,97. Menn hafa viðmiðið allt í kringum 1 og ef við erum á því rólu þá erum við nokkuð sátt við það. Nú hlutfallið er okkur stöðugt í kringum 0,50. Það er kannski, og síðan erum við líka sem maður má ekki gleyma að við erum með skulda viðmið samkvæmt reglugerð, það er kringum 70%. En ég held þessi gott að færa það til bókar hérna líka. Og skuldahlutfallið í afbyrðljóðunum er þá komið í 95,5 milljónir á árinu 2026. Veltur undir aðeins á því hvernig árið 25 endar hjá okkur. En við endurum vantilega í lántöku á árið 25 í 600 milljónum. Þannig að annað sem er náttúrulega rekstrarjöfnuðurinn samkvæmt þá þessum fjárhagsreglum, hann er vel yfir milljarð á síðustu 3 árum, þannig að við höfum svo sem þolum mikil slagkraft gagnvart því að lenda í einhverjum neikvæðum rekstri sem ég sýnst að sé nú ekki ástæða til. Þannig að heildarniðurstöðunar eru bara nokkuð jákvæðar að mínu mati og svona við förum nokkuð svona sterkt inn í þetta næsta ár. En auðvitað er náttúrulega hérna ákveðin atriði inn í fjárhagsáætluninni sem að kannski þarf að hafa þessu augun á eins og gengur. Að við gerum ráð fyrir því sem sagt að lántaka árinu 2026 geti numið alltaf 567 milljónum í samstæðunni og gott verður þetta að svo tala er þið lægri eins og kannski varð á árinu 2025 með við kannski fyrstu áætlanir og afborgunar hlutin á næsta ári þetta ræðstóldi af líka af því sem að þarna við erum búin að taka að láni. Síðan er annað sem sagt inn í fjárhagsáætluninni að gera þá fyrir að handbært fé í árslok sé 283 milljónir og þar verður kannski að hafa í huga þessi samstarfsverkefni sem ég myndist á áðan að ef þú tekur samstarfsverkefnin og handbæra fé þar sem þetta út á B-hlutunum að þá standarinn handbært fé sem sveitafélagi sjálft er með rétt 50 milljónir. Þetta eigum við aðeins handbært fé inn í Rangárljósum sem tengist okkur svona beint en semst af þessum 283 milljónir sem eru í handbært fé þá eru kannski sem sveitafélagi ræður yfir er kannski rétt 50 milljónir þannig að það þarf að lesa þetta svolítið svona og af þessum 346 milljónum í hagnað þá er kannski samstöðuverkefnin kannski með einhverja svona 20-30 milljónir á þeirri tölu líka þannig að maður þurfa svona aðeins að lesa þetta með þeim gleraugunum þannig að við séum svona kannski líka áttökur við á því hvað er raunveruleg hérna tök sveitarfélagið hefur í sínum grunnrekstri og sínum fjárfestingum ekki það sem við höfum kannski ekki bein áhrif á en ég allan fyrir mína parta er nokkuð bara ánægður með þessa fjárhagsáætlun hjá okkur og mér sýnist svona með margt að við getum bara verið nokkuð brött með þetta.
En eins og ég sagði áðan, að þegar fjárfestingarnar eru svona miklar, hafa verið miklar og verða miklar í áframhaldinu, þá þarf að hafa augun á rekstri og reyna að gera sitt besta til þess að þurfa fjármagna þeir sem allra minnsta lánsfé. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Jón. Þá ætla ég að opna fyrir umræðu fjárhagsáætlun. Ykkur vilja taka til máls. Þetta eru þetta seinni umræða. Við rættum þetta svolítið hérna á fundurum okkar daginn. Ykkur sem vilja taka til máls? Gjörðu svo vel, Eydís. Já, oddviti, fundamenn, það er mikil vinna að baki og fulltrúar D-lista hafa tekið náttúrulega þátt í þeirri vinnu, nákvæmlega eins og öllunur ára kjörtímabilinu og mér langaði bara svona til þess að benda á að áætlunin er í meginatriðum raunsæ, lykiltölur eru vel viðunandi, svo sem skuldahlutföll og veltufé frá rekstri. Tekjur sveitarfélagsins eru stöðugar og þær eru vaxandi þrátt fyrir að tillögum D-lista lækkanir fasteignaskatts hafi verið fylgt allt kjörtímabilið. Það er ánægilegt að sjá náttúrulega möguleikan okkar til áframhaldandi uppbyggingu skólamannvirkja. Þetta er metnaðarfull uppbygging og svona vonandi sér fyrir endan á henni í þessar 4 ára áætlun sem er lögð fram náttúrulega jafnhliða áætlun ársins 26. Það verður áfram. Já, og það er sem sagt í rauninni má segja að stór áfangi náist á næsta ári í þessari vegferð og þá náttúrulega svo fer leikskólabyggingin á stað en með þessum sem við erum að klára næsta ári þá er strax hægt að vinna aðeins leikskólanum til hagsbóta og rýmka þau. Nú það er komið inn í áætlun framlag vegna dagdvalar fyrir fólk með heilabilun og tengda sjúkdóma á lundi sem hefur verið baráttumál fulltrúa D-listans á kjörtímabilinu öllu. Og það er auk þess gert ráð fyrir áframhaldandi endurbótum á húsnæði og lögalendi sem er vel. Við berum ábyrgð á þessum eignum og berum náttúrulega ábyrgð á því að þær falli ekki verði bara vegna vanhirðu. Og að lokum þá viljum við þakka sem sagt fulltrúum á listans fyrir gott samstarf við gerð áætlunar og boðum bara örstutta bókun. Takk fyrir það, Eydís. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Ég tek bara undir með Jóni og Eydísi að ég held að þessi fjárhagsáætlun sé okkur bara til ágætlega til sóma og þetta líti bara ágætlega út alls saman og ég gerir ráð fyrir því að fulltrúar D-lista, ef við ekki bara bera hana upp fyrst og leggja þessu bókana svo fram bara eftir að við erum búin að bera upp fjárhagsáætlunina. Ég ætla bara að bera upp fjárhagsáætlunina í heild sinni, þessi geta samþykkt hana vissilega gemerki. Hún er samþykkt samhljóða og koma væntanlega bókanir frá báðum listum. Það er bara hvort þú vill byrja. Já, það er bókun sveitarstjórnar. Sveitarstjórn þakkar starfsfólki sveitafélagsins fyrir mjög gott starf við undirbúning og gerð fjárhagsáætlunar. Jafnframt vill sveitarstjórn nota tækifæri og þakka öllu starfsfólki sveitafélagsins fyrir velunni störf á árinu. Sveitarstjórn óskar starfsfólki og íbúi Rangárþings ytra gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Og Eydís, gerðu svo vel. Já, oddviti fundamenn, ég lofa því að þetta yrði örstutt, en er það. D-listinn þakkar fulltrúum álistans fyrir gott samstarf við gerð áætlunarinnar. Og undir þetta reytum við 3. Takk fyrir það, þetta var snakkarleg bókun, það er fínt. Margrét, gerðu svo vel.
oddviti ágætu fundamenn, hérna bókun álista vegna fjárhagsáætlunar. Það er ánægilegt að samþykkja sterka og árangursríka fjárhagsáætlun nú þegar líður að lokum kjörtímabils. Allt kjörtímabili hefur verið í forgangi að tryggja farsæld og velferð íbúanna og framkvæma í mikilvægum innviðum sveitafélagsins. Þar sem framtíðarsýn sem styður við börn, fjölskyldur og atvinnulíf hefur verið í forgrunni. Á þessu kjörtímabili hefur verið ráðist í mikla uppbyggingu í grunn- og leikskólum sveitafélagsins með verulegum framkvæmdum í bættu húsnæði, aðstöðu og þjónustu við nemendur og starfsfólk. Þá hefur verið stór aukið fjármagn til íþrótta og tómstundamála, meðal annars með byggingu nýs gervigrasvallar, kaupum á landspildu úr landi Helluvaðs, þar sem eru áætlanir uppi íþrótta og útivistarsvæði auk nýrrar íbúabyggðar. Rekstur sveitafélagsins hefur á sama tíma verið traustur og skila mjög góðum rekstrarafgangi allt kjörtímabilið. Sterkur og ábyrgur rekstur hefur orðið til þess að lántaka hefur verið mun minni en áætlanir höfðu gert ráð fyrir. Það sýnir ábyrgð í fjármálastjórn að geta staðið undir metnaðarfullri uppbyggingu án þess að stofna fjárhagslegu jafnvægi sveitafélagsins í hættu. Fulltrúar álista líta svo á að gróð rekstrarafkoma sé forsenda þess að hægt sé að styðja við öflugt og fjölbreytt atvinnulíf. Margt er þegar komið á stað eða er í undirbúningi, til dæmis þjónustuhús Landsvirkjunar, áform lágvöruverðsverslun, áform stór hótel og uppbygging og stækkun hjá Reykjagarði. Allt eru þetta verkefni sem styrkja stoðir samfélagsins til lengri tíma. Fulltrúar álista eru stoltir af þeirri framtíðarsýn sem fram kemur í þessari fjárhagsáætlun og þeim framkvæmdum sem unnið hefur verið að á kjörtímabilinu. Nauðsynlegt er að halda áfram á sömu braut með ábyrgri fjármálastjórn, halda áfram að styrkja innviði sveitafélagsins auk þess að styrkja við gott starf í grunn- og leikskólum og standa þétt við atvinnulífið. Allt þetta mun skapa íbúum Rangárþings ytra, trausta og fjölskylduvæna framtíð. Og þau ekki náttúrulega þökku við minnihluta D-lista fyrir samstarf, gott samstarf. Takk. Takk fyrir það. Þá höldum við áfram og þá erum við hér næst með umsóknum stofnun lögbýlis, ægisíðu 5, þar sem lögð fram umsagnarbeiðni frá eiganda ægisíðu 5 að jörðin verði gerð að lögbýli ásamt umsókn ráðunauts. Ykkur sem vilja taka til máls, ég legg til að við gerum ekki athugasemd við að ægisíða 5 verði gerð að lögbýli, þess að geta samþykkt það er samþykkt og svo er hér Hægilóð, það er Leik-Kabin EHF, það er beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Úls Ísfelds Rögnvaldssonar fyrir hönd Leik-Kabin rekstrarleyfi fyrir gistingu flokki 2 tegund C, minna gistiheimili á lóðinni Hægilóð 192681 í Rangárþingi ytra. Nefndin leggur til að sveitarstjórn gefi neikvæða umsögn varðandi erindi þar sem óheimilt er að starfrækja gistirekstur innan skipulagðra frístundasvæði í sveitarfélaginu nema heimild viðkomandi sumarhúsafélags liggi fyrir og heimild þess efnis liggi fyrir í deiluskipulagi. Ég legg til að förum eftir afgreiðslu nefndarinnar, gefum neikvæða umsögn þess að geta samþykkt það. Það er samþykkt. Þá er að Rangárþingur 3, það er beiðni umsögn vegna rekstrarleyfis til útlegu gistingar í flokki 2 tegund C. Sýslumaðurinn á Suðurlandi óskar eftir umsögn vegna beiðni Ástu Kristínar Siggadóttur fyrir hönd Ægisbliks rekstrarleyfi til gistingar í flokki 2 tegund C í gistiskóla félagsins að Rangárþing 3 og það er lagt til að sveitarstjórn geri ekki athugasemd, þess að samþykkja það er samþykkt. Þá erum við með lið 36 sem er byggðaráð og við byrjum á að taka hérna nokkra liði út úr fundargerðinni og það er hér viðaukar við fjárhagsáætlun, þar sem var lagður fram viðauki 3 við fjárhagsáætlun 25. Þar sem viðauki 3 gerir ráð fyrir hækkun á rekstrarniðurstöðu 109 milljónir og fjárfesting lækki 17,1 og byggðaráð leggur til að viðaukinn verði samþykktur þess að geta staðfest það. Það er staðfest.
Svo er hér ósk nafnabreitingu. Þessi landeigendur að Gljáni óska eftir breytingu á nafni lóðarinnar þannig að nýtt nafn lóðarinnar beri heitið Gljábær. Og það er lagt til frá byggðaráði að við gerum ekki. Nú, og svo önnur breyting. Já, við lögum til að breyta svo Gljábær í Sandnes. Hvernig er þetta að flækja þetta mál? Gljábær var til. Það var til? Já. Erum við að breyta niðurstöðu byggðarráðs? Já, við erum sem sagt að breyta niðurstöðu byggðarráðs. Ég var nú bara ekki nógu vel inn í þessu máli, ég var nú bara að játa það. Nú, það sem liggur fyrir er það að við samþykjum það að þetta heiti Sandnes. Allir sammála því? Það er samþykkt. Þá er að vikurvinnsla Hekluvíkur, þar sem er samningur lagður fram til eins árs á milli jarðefna iðnaðar og sveitarfélags vinslu vikurs úr merkikolsnámu og byggðarráð lagði til að samningur verði samþykktur og sveitarstjórar fallað undir þetta. Getum við staðfest það? Við staðfestum það. Og þá er það fundargerð byggðarráðs að öðru leyti undir. Þessi geta staðfest fundargerð byggðarráðs að öðru leyti, vissulega ekki merkið það, hún er staðfest. Þá er það fundargerð númer 55, fundargerð skipulags- og umferðarnefndar og tekið fyrir byggðarráði. Þessi geta staðfest hana, vissulega ekki merkið, hún er staðfest. Þá er það fundur 56, skipulags- og umferðarnefndar. Það er hér Hægi 2 í Holtum. Þessi nefndi gerir ekki athugasemdir við áform með landskiptinu fyrir þú heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Samþykkt það. Það er samþykkt. Ég veit nú ekki hvað við erum að gera með næstalið, við erum búin að samþykkja þetta. Já, herru, en allavega nefndin samþykkti fundaráætlunina sem við vorum að samþykkja á þann, þannig að við bara staðfestum afgreiðslu þá nefndarinnar, það er samþykkt. Svo er það kortasjá, það er innri vefur, það er umferðar öryggi og fleira. Kynning og stöðu verkefnisins, skipulags- og umferðarnefnd undirstrikar að innleiðing gagnasjár er hugsuð til að tryggja betra flæði upplýsinga til framkvæmdasviðs, meðal annars samgöngum, mannvirki og umferðisöryggismál. Nefndi gerir ráð fyrir að framkvæmda og eignarnefnd og framkvæmdasvið nýti gagnasjána einnig sem vinnutæki til að auka skilvirkni í framkvæmda ákvarðana. Geta samþykkt þetta, það er samþykkt. Hér, svo er það gjaldskrá skipulags- og umferðarmála, skipulags- og umhverfismála. Nefndin ítrekka fyrir bókun sína þar sem skipulags- og umferðarnefnd leggur til að breyting verði gerð á 9. grein samþykktar og byggingagjöld sem samþykkt var í sveitarstjórn 11. desember 24. þar sem bætt verði við ákvæðum í B-lið þeirra greina þess efnis að fyrir byggingar með gólfflöt á milli 2000 og 3000 fermetra verði gjaldi 400%, fyrir gólfflöt milli 3000 og 4000 fermetrar verði hlutfallið 500% og 600% fyrir gólfflöti yfir 4000 fermetrar. Við D-lið 9. greina verði bætt við heimild til gjaldtöku vegna skilta verði hlutfallið 20%, að auki verði fellt út ákvæðum húsalegu úttektir í 11. grein sömu samþykktar, þá er auki lagt til að í annarri málsgrein 4. greina verði, þá er auki lagt til að önnur málsgrein 4. greinar verði felld niður. Ég legg þetta fyrir fundi, ég held að við verðum bara að treysta nefndinni alveg 100% fyrir því að við viti hvað við erum að leggja til, ekki að staðfesta það, að staðfesta. Svo er hér til kynningar þessar reglur og samþykktir sem við vorum að vísa til þeirra aftur áðan varðandi lóðaúthlutanir og byggingagjöld. Þetta er lagt fram til kynningar. Svo er það Hróarslækur, það er breyting á deiliskipulagi. Nefndi samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að falli verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmi stefnu og aðskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 31. grein skipulagslaga. Svo þetta samþykkt. Ægisíða 4,
óskum breytingu á landnotkun. Nefndin tekur jákvætt í erindið og telur verslunar og þjónustu eiga mun meira heima á þessu svæði en iðnaður þegar til framtíðar er litið. Nefndin leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að hefja breytingar á landnotkun í aðalskipulagi. Sagði það? Það er samþykkt. Krikakot. Skipulags- og umferðarnefnd leggur til að erindi verði grendarkynnt að nýju til sömu aðil og síðast. Þar sem staðsetning mastursins er hugsuð í miðri skipulagri byggð og telur nefndi réttast að umsækjandi gerir nauðsynlega breytingar á gildandi deiliskipulagi þar sem mastir verði sett inn þegar staðsetning þess hefur verið staðfest. Samþykkt það? Það er samþykkt. Það er á ægisíða 4, það er breyting á deiliskipulagi. Nefndi samþykkir að veita heimild til breytingar og gildandi deiliskipulagi og leggur til að fallið verður frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulags. Það er samþykkt. Vaðfitjanáma við Þjórsá, nýtt efnistökusvæði, breyting. Já, Gústaf víkur á fundu undir þessum lið. Það er vaðfitjanáma við Þjórsá, það er nýtt efnistökusvæði, breyting á aðalskipulagi. Þessi nefndin hefur farið yfir umsagnar aðila. Nefndin samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt annarri málsgrein 32. grein skipulagslaga númer 123 frá 2010 og send skipulagsstofnun. Sagði það, það er samþykkt. Að komið. Hagakrókur, landskipti, Akrar. Nefndin gerir ekki athugasemdir við áformu landskiptinni fyrirhugð heiti og lóð og leggur til að landskiptin verði samþykkt. Nefndin vill árétta að gera það tilheyrandi breytingar og gildandi deiliskipulagi fyrir svæði komið til framkvæmd á lóðinni. Samþykkt það, það er samþykkt. Þá er það Galtalækjanáma, E57 Merkurnáma, óskum aukna heimild til efnistöku. Nefndin hefur farið yfir athugasemdir og umsagnir. Ekki þykir ástæða til þess að taka undir athugasemdir verulega aukið álag á veg eða þörf sé á samgöngumati vegna stækkunar námu, enda er náma í notkun og stækkun námunar er til að tryggja svipaða nýtingu og verið hefur undanfarna áratugi. Nefndin samþykki fyrirliggjandi til og leggur til að hún verði afgreidd samkvæmt annarri málsgrein 32. grein skipulagslaga og send skipulagsstofnun. Samþykkt það, það er samþykkt. Gústaf víkur undir næsta lið líka. Það er Búðafoss vegur, beiðni umsögn vegna ákvörðunar matsskyldu. Í samræmi við 7. grein laga nr. 106 frá 2000 hefur skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila. Niðurstaða nefndarinnar er að lagning Búðafoss vegar milli Þjórsárdalsvegar og Landvegar sé ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfis áhrif, samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106 frá 2000. Því skuli framkvæmdin ekki hafa mati umhverfis áhrifum. Sammála því, það er staðfest. Þá erum við með Mosar, það er deiliskipulag, þar sem nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði ekki til breytingu á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu í samræmi við 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Samþykkt það, það er staðfest. Svo er það Stekkhólar, deiliskipulag. Nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkominna athugasemda í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnunar til endanlegrar afgreiðslu í samræmi 1. málsgrein 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Það er staðfest. Hekluskarð, það er breyting á deiliskipulagi. Nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemdir í fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulagsstofnun til endanlegrar afgreiðslu. Samþykkt það. Það er staðfest. Bjálmholt, deiliskipulag, verslunar og þjónustuhús. Nefndin hefur farið yfir framkomnar umsagnir og athugasemdir skipulagsstofnunar. Nefndin hefur talið það til hagsbóta fyrir samfélagið ef lögbýlis tengd starfsemi á bújörð er eld á þennan hátt þrátt fyrir að byggingamagn fari yfir skilgreind mörk á landbúnaðarlandi
og hefur því heimilað tiltekna uppbyggingu án þess að vilja skilgreina landnotkun annað en landbúnað. Nefndin telur því enga ástæðu til að skilgreina umrædda starfsemi á lögbýlinu Bjálmholti til annars en lögbýlis tengda starfsemi á bújörð og telur því ekki ástæðu til breyting á landnotkun. Nefndin telur að framkomnar umsagnir leiði því ekki til breyting á auglýstri tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulag stofnunar til endanlegrar afgreiðslu. Staðfest það, staðfest. Þá er á skólasvæði, það er deiliskipulag, það er breyting vegna ljósamastra, þar sem nefndin hefur farið yfir framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að búið sé að taka tillit til framkomnar athugasemdir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði send skipulag stofnun til endanlegrar afgreiðslu. Staðfest það. Þá er að Gaddstaðaeyja, það er deiliskipulag, þar sem nefndin hefur farið yfir framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga númer 123 frá 2010. Nefndin leggur til að tillaga verði auglýst samhliða tillögu að breytingum og aðalskipulagi fyrir sama svæði þegar heimildi þess liggur fyrir. Staðfest það. Það er staðfest. Þá er að Gunnarsholt, deiliskipulag, þar sem nefndin samþykkir framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga. Það er samþykkt. Svo er það hérna frá Flóahreppi, endurskoðun aðalskipulags Flóahrepps frá 2025 til 2037. Þar sem nefndin gerir ekki athugasemdir við framlagða skipulags og matslýsingu. Það er samþykkt. Guttormshagi, það er landskipti. Ásaberg, nefndin gerir ekki athugasemdir við áformum landskiptinni fyrir við heit og lóð og leggur til að landskipti verði samþykkt. Við samþykjum það. Móbakki úr landi Móeðarhvols. Landi Móeðarhvols, ég held að það var í allt öðru sveitarfélagi. Okay. Nefndin gerir engar athugasemdir við framlögð áfram. Samþykkt það. Svo er hér afgreiðslufundi byggingafulltrúa, eru lagðir fram til kynningar og umsóknir framkvæmdasjóðs ferðamannastaða til bættra merkinga, þar sem nefndin gerir ekki athugasemdir við áform Ferðafélags Íslands bætta merkingar en leggur áherslu á að Náttúruverndarstofnun verði höfð með í ráðum við val og útlit á tegund merkinga og skilta þar sem samræmt útlit er að ræða innan Fjallabaks. Staðfest það. Staðfest. Þá er hér liður sem heitir Kjarralda, Lingalda, umsóknir lóðir undir fjölbýli og skipulagsumferðarnefnd tekur jákvætt í framkomnar hugmyndir GG3 EHF smærri íbúður og telur slíku uppbygging geta stutt við fjölbreyttara íbúðaframboð í sveitarfélaginu. Nefndin telur hins vegar rétt að kanna hvort verkefninu megi finna heppilegri staðsetningu norðar í hverfinu Öldur 3 þar sem nú þegar er gert ráð fyrir 2 hæða íbúðarhúsnæði í deiliskipulagi. Nefndin óskar eftir að meti verði hvort hentur að þykir að gera móguldunum tilbúna hvað þetta varðar áður en meðalda er tekin fyrir. Nefndin telur jafnframt æskilegt að deiliskipulagi verði tekið upp og skoða hvort ekki sé hentur að setja inn parhús og einnig hæð í stað einbýlishúsa við enda gatnana eins og nú er auk þess að skoða með breytt gatna. Ég ætla að leyfa mér að óska eftir því að við frestum að taka afstöðu til þessa máls að þeir einföldu ástæðu að þeir hjá GG3 að þeir hitt okkur hér daginn þar sem að þeir voru svona velta vöngum og kalla eftir hvort við hefðum lóði fyrir svona fjölbýlishús og það komur svona ákveðnar hugmyndir fram á þeim fundi. Ég held að sé skynsamlegt að hitta þá áður heldur en að við staðfestum þessa afgreiðslu nefndarinnar, þannig að fari saman hljóð og mynd. Þannig að við getum þá aðeins heyrt í þeim, það eru þeir sem er að sækjast eftir þessu, þannig að við reynum að finna lausnir og kannski hengjum okkur ekki alveg endanlega á þessa afgreiðslu nefndarinnar að sinni. Þannig að ég ætla að leggja til, auðvitað er orðið laust ef eitthvað tjálsum þetta, en ég ætla að leggja til að við frestum afgreiðslunni á þessu forsendum. Getur samið það? Samþykkt.
Heiðvangur 11 til 13, það er staðfesting á lóðamörkum, að sem nefndi gerir ekki athugasemd við afmörkun lóðurinn og leggur til að landskipti verið samþykkt, það er staðfest. Heiðvangur 9 til 11, það er sama, við samþykjum það. Sorporku ver á Strönd, það er kynning á matskíslu, það sem nefndi til skíslunum gefa góða mynd af áformum og mótvæðis aðgerðum vegna mögulegra mengunar, nefndi til að Sorporku ver á Strönd stuðla jákvæðum áhrifum á samfélagið og við erum alveg sammála því ekki, staðfestum það. Þá er það hér íþrótt- og útivistarsvæði á Hellu, það er hönnun, þar sem að nefndi leggur til að sami verði við landhönnun, þar sem tilboð þeirra var hagstæðast og það er lagt til að niðurstaða nefndarinnar verði samþykkjum það, að staðfest. Þá er það framkvæmd og eignarnefnd, fundagerðin er lögð hér fram, það eru hér fundagerð framkvæmd og eignarnefndar, fundagerð heilsu, íþrótt og tómstundanefndar og heilsueflandi samfélag. Þessar fundagerðir eru lagðar hérna fram til kynningar og umræða, sjálfsögðu ykkur vilja taka til máls. Ég var hérna með þessar 3 fundagerðir undir. Það er nógu tími, ef ykkur vilja, það er ekki, þá eru það lagðar fram til kynningar og svo erum við hérna með umhverfis hálendis og samgöngunefndina líka. Og þá erum við hérna með fundagerð tónlistarskóla Rangæinga, við þurfum að samþykja sérstaklega, eða við þurfum að taka fyrir, það er kannski réttar að segja, taka fyrir sérstaklega í viðauka hérna, við fjárhagsáætlun ársins 2025 upp að 5,7 milljónir sem snýra mestu til að bregðast við kjarasamningshækkunum launa og viðaukanum er mætt með lækkun og handbæri fé. Stjórnin hafði samþykkt viðaukan við fjárhagsáætlun 25 og vísar til staðfestingar aðildar sveitarfélaga. Þessi geta samþykkt þennan viðauka við sannleika merki. Það er samþykkt og þá fundagerðin á öðru leyti til kynningar. Þá erum við hér í lið 44 sem er sóstur Rangárvallasýslu. Þar er líka líkt og með tónlistarskólan þurfum við að samþykja viðauka eða taka fyrir viðauka þar sem er lagður fram viðauki við fjárhagsáætlun 25 þar sem helstu breytingar samkvæmt honum er að gert ráð fyrir að tekjur hækki 25,2 vegna aukins móttekis úrgangs og hærri flutningsjöfnunar. Þá hækka laun 16,4 vegna fjölgunar stöðugilda og uppgjörs, annar ekstrakostnaður hækka 6,7 og afskriftir lækka 3,9 og gert ráð fyrir að fjárfesting hækki 43 í 60,5, áhrif á ekstra niðurstöðuna jákvæðum 6 milljónum krónur. Stjórnin samþykkti viðaukann og vísar honum til staðfestingar aðildar sveitarfélaga. Geta sagði þetta við sannleika merki. Það er staðfest, fundagerðin á öðru leyti til kynningar. Þá erum við hérna með nokkrar fundargerðir til kynningar. Það er fundagerð 8, fundur 44, það er fundagerð stjórnar Suðurlandsvegar og svo eru hér 3 vinnufundir byggðaráðs. Laður fram hér til kynningar. Og þá erum við lið 50 sem er, gjör svo vel. Já, og þetta langa að fara aðeins inn í hérna fundagerð Oddabjörns, 44. fund, lið 3, þar sem var verið að hérna samþykja leiðréttinguna á hérna að 22. og 3. desember var ekki skráningardagar í þeim skilningi sem hefur verið lagður í það að skráningardagar með þessu hærri gjöld og það sem er í samræmi við það sem að var rætt þegar var verið ákveð að hafa þessa skráningardaga milli jól og nýjárs og í dymbilviku á síðasta ári. Án sem ég ætla að fara eitthvað efnislega onni í þetta hér að þá auðvitað var hérna mikið að þá var þetta fyrir ákveðið að fara með þetta framfyrir 23. sem var mánudagur sem var þá sérstök ákvörðun og það
fór sérst inn í þessa gjaldskrá fyrir ár og var leiðrétt á þessum fundi. En síðan er það sama upp á teningnum í næstu gjaldskrá þrátt fyrir að á vinnufundi hafi verið talað um hana sem að meðal annars leikskólastjórar sátu. En okkur langaði bara að fá að bóka stuttabókun, kannski ekki örstutta, en til stjórnarátta með leyfi Oddvita ég lesa hann hér upp. Fulltrúar D-lista telja að mistök hafi verið gerð við breytingu á gjaldskrá leikskóla fyrir yfirstandandi og komandi ára varðandi skráningardag milli hátíða. Í upphafi var áætlun að skráningadagur og sérstök gjaldskrá vegna þeirra væri einungis á milli hátíða og búið að leiðrétta máli fyrir ár í ár, en gjaldskrá næsta ár stendur óbreytt og því telja fulltrúar D-lista rétt að samhliða afgreiðslu á skóladagatölum leikskóla fyrir næsta skólaár verði gjaldskrá leikskóla leiðrétt þannig að einungis verði sérstakt skráningagjald á milli hátíða í desember líkt og upphaflega var lagt upp með. Takk fyrir þetta. Já, það voru bara gerð ákveðið mistök en ég held við nú náðu að snúa ofan að því en við bara þessi bóku verður bara sendið stjórnarotta og við vinnum bara með hana. Allt er góða með það. Og ég ætla ekki að fara eitthvað dýbrún í þetta núna hér. En allavega þá er þessar fundagerðir til kynningar, Oddi Suðurlandssögur og þessar fundagerðir. Þá erum við í lið 50 sem er fundagerðir stjórnar SAS. Og virðist að við þurfum að taka sérstaklega fyrir lið 4 í fundagerðinni og varða breytingar á rekstri sorpstöðvar Suðurlands. Það er spurning hvort að Jón fari aðeins yfir þetta og útskýra þetta í stuttu máli hvað þetta snýst. Hann er stjórnarmaður í SOS. Gerðu svo vel, Jón. Já, þannig heitist ég á að ég er komin inn í stjórn SOS aftur og það er nú einmitt stjórnarfundur núna eftir í hádeginu þar sem við erum haldið með þetta mál áfram. En það sem er verið að gerast þarna er svona framhald af tillögu sem stjórn SOS-stöðvarnar tók fyrir á aðalfundi sínum á Kirkjubæjarklaustri. Samlega fundi þá ásþingi SAS. Það sem við erum að leggja til svona ákveðna formbreytingar á starfsemi SOS-stöðvar Suðurlands. Það sem við erum að finna svona skala svona starfsemina niður hjá stjórn og færa ákveðin verkefni yfir til SAS. Það sem er verið að gera samning þá við SAS ákveðin verkefni sem þá er útvært fyrir SOS-stöðina. Það verið að gera breytingar á samvitum SOS þar sem stjórnarmenn verið fækkað og stjórnarmenn komið þá líka þá með sömu setu inn í stjórn SAS. Þannig að það er verið að reyna að svona tengja þessi verkefni aðeins betur saman og leita svona ákveðnar svona hvað segja hagkvæmni í því öllu saman. Það verið að ráða tímabundið starfsmann til árs og sem myndi fjármagna og það er reiknað með að það verið boðað til aðalfundar auka aðalfundar hjá SOS-stöðinni í byrjun janúar þar sem þessi mál eru tekið fyrir og leita heimildar á því en fyrir sína parta þá er einmitt SAS búið að samþykkja sína aðkomumálinu og það sem að sveitarstjórn er að gera á þessum fundi það er að blessa ákvörðun SAS. Síðan eins og ég sagði áðan þá verður haldinn auka aðalfundur hjá stjórn SOS-stöðvarinnar þar sem að þetta verður á mál tekið sérstaklega fyrir og fjárhagsáætlanir ársins 26 fyrir SOS-stöðuna, endurskoðar og svo framvegis breytingar og samþykktum teknar þannig að það sem liggur fyrir þessu fundi er þá aðkoma SAS-málinu sem er þá til afgreiðslu hér. Takk fyrir það, Jón. Þá veitum við allt þetta og ég ætla bara að bera þetta upp. Hvort að við samþykjum ekki fyrir okkar leiti aðkomu SAS að verkefninu. Þessi getur staðfest það er staðfest. Öðru leiti eru það hér til kynningar.
þá erum við hér með fundargerð fjallskiladeildar Rangárvallarafréttar. Margrét ætlar að víkja fundi undir þessum lið og það er hér í raun og veru afgreiðslu mál er varðar það að sveitarfélagi taki á sig greiðslu og mismun á kostnaði vegna upprekstrar og beitar í haust. Þetta hefur verið misjafnt á milli ára hvernig útkoman á þessu hefur verið. Þetta kom út í plús í fyrra en það er mínus á þessu núna sem að og til að það gengur út á það að sveitarfélagið hlaupum tilbaka með það núna að þessu sinni. Það má kannski segja að kannski helsta ástæðan fyrir því að það sé mínus á þessu núna eftir því sem mér er sagt að það fengust ekki eins margir ferðamenn eins og var í fyrra og þar af leiðandi er þetta í mínus núna og nefndin hún bókaði sérstaklega það að það þyrfti nauðsynlega að skoða og endurskoða fyrirkomulag smjölunar Rangárvallarafrétt og þeirra aðilar sem reki á fjall komi sem mesta skipulagning og framkvæmd leita. En ég er ekki með á taktinum betri lausn að leysa úr þessu máli heldur en þessa, þannig að ég ætla að gefa orði laust og í framhaldi af því leggja fram tillögum að sveitarfélagi komi að þessu að greiða hana mismun. Ykkur sem vilja taka til máls, gjörðu svo leiðis. Já, örstutt fundarhlé.
Við fundi og það sem við vorum að fjalla hér áður en fórum í fundarhlé var að sveitafélagi taki á sig greiðslu og mismun og kostnaði vegna fjárleitar Rangárvallarafrétti í haust og ég held að við verðum og ég ætla að bera það upp að ég held við verðum að tiltaka einhverja upphæð í þessu þannig að það sé ekki verið að samþykja að greiða einhvern mismun sem enginn veit hver er. Þannig að ég ætla að leggja til að tillagan hljóði þannig að það verði samþykkt að sveitafélagi taki á sig kostnað allt að 800.000. Þannig að tillagan hljóði þannig að sveitafélagi taki að sér greiðslu á mismun á kostnaði allt að 800.000. Skita samþykkt af þessari geðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Það er gott. Herðu nú að fara að halla í þessu hjá okkur og við erum hérna með að lokum fundagerðir til kynningar. Það er fundagerð Bergrisans, það er fundagerð stjórnar SÍS, það er fundagerð aðalfundur vottunarstofunnar Túns, heilbrigðiseftirlitsins, sambandsins og umsagna beiðni frá Þorrablót Holtamann. Þá held ég að ef enginn vill taka frekar til máls að þetta er síðasti fundur sveitarstjórnar á þessu ári og ég þakka ykkur bara fyrir samstarfið á árinu og óska ykkur bara gleðilegra jóla og segi þessu fundi slitið.